Þá hefur við þátt sem við köllum reynsluboltana. Hefur verið haldið úti hér á samstöðinni nokkurt skeið. Í reynsluboltum fjöllum við fréttir líðandi stundar, tíðaranda, stundum menningu og listir og í þetta skipti ætlum við að bæta við jólunum því að það nú heldur betur fyrir að styttast í þau. Jafnan eru hér 3 gestir en í dag eru þeir bara 2 en þeir eru báðir góðir. Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur, velkomin. Takk. Og Björn Leví Gunnarsson. Ég veit aldrei hvað ég var að kynna þig. Fyrrum þingmaður. Nörd og fyrrum þingmaður. Þið eru ekki systkin og þessi bæði Gunnars börn. Við vitum það ekki. Nokkuð vissum að. Ef við vindum okkur í nokkrar sögur sem eru sagðar þessa dagana. Mér var svolítið gott hjá Landspítalanum í byrjun þessara viku að vekja athygli á því að spítalinn væri að fremja mannréttindabrot með því að geyma íslenska sjúklinga í bílskúr og einhverju slíku. Þetta náttúrulega, það ekki hægt að brosa þessu. Það svolítið eins og að það sé alltaf ákall meira og meira fé og ég held nú reyndar að það sé alltaf að fara meira og meira fé til þessa málaflokks en það með sumt að það eins og það batni ekki neitt. Hvað þú sem fyrrum þingmaður Björn Leví, eru peningarnir ekki að fara í réttu hlutina eða hvað í gangi? Það bara svakalega erfitt að segja til það. Það hefur verið tekin svona ákveðin bara pólitísk ákvörðun á undanförnum áratugum í rauninni að fækka hjúkrunar eða sem sagt legurýmum og þess að þar, útskrifa fólk hraðar og svoleiðis. Þannig að maður áttar sig í rauninni ekki á því sko hvar peningurinn og þegar það spurt að þá ekki svarað. Og það alveg merkilegt að sko Landspítalinn er bestur í að svara þegar það spurt. Ráðuneytið svarar aldrei neitt gáfulega. Þannig að rétta svarið við þessu fyrir alla í rauninni, við vitum það ekki. Og þegar það verið að krafsa í ýmsa málaflokka eins og ef að það eru yfirfull bráðamóttaka eða sjúklingar í kjöllurum eða fram á göngum eða hvað það nú þá eru alltaf sömu ástæðunar dregnar upp úr hattinn. Að það vantar sem sagt einhvern til þess að taka við þessi svokallaði fráflæðisvandi. Það að segja að það sé í rauninni bara hjúkrunarrými einhvers staðar annars staðar heldur en á bráðamóttökunni eða á spítalinum til þess að taka við fólki sem að í rauninni og heilbrigt til að vera á spítalinum en þarna samt einhvers konar aðreiningar. Og það búið að vera vesenast í þessu í allan þann tíma sem ég var að þengi, aldrei var gert neitt í þessu og þetta það sem að kosta allavega svakalega mikinn pening. Þannig að þar peningurinn fann á rangan stað, tímalist. En inn í kerfinu í heildina, það bara guð má vita. Maður heyrir líka stundum, bæði frá leikum og lærðum að það sé svolítið svona þokukennt andrúmsloft inn í heilbrigðiskerfinu sem tengist þessu tvöfaldakerfi sem svona byrjað á sömu sviðum og maður heyrir stundum að sko þeir sem að hagnist kannski bara mest á auknum fjárveitingum séu tilteknir toppar þarna inn í læknasamfélaginu og þetta eitthvað sem hefur nú ekki verið vinsælt að ræða því að við viljum nú halda okkur við það að ríkið hafi náttúrulega mjög sterka stöðu í heilbrigðisrekstrinum en hvernig þetta fyrir þig sem bara manneski út í bæ að fylgjast með þessum endalausu fréttum ár eftir ár mannréttindabrot, þetta brot á persónuréttindum. Ég hitti mann fyrir nokkrum mánuðum sem sagði mér að hann hefði sennilega aldrei líf hans hefði aldrei verið í jafn mikilli hættu eins og eftir einhverja svona nótt sem hann varði við alveg ömurleg skilyrði inn í heilbrigðiskerfinu sjálfu. Hvernig snertir þessu umræða þig? Mér finnst bara að við alltaf þegar þetta kemur upp eins og núna gistirými í bílastæðunum og svona bílastæðakjallara þá förum við í að greina
ekki kannski smáatriðin, en við förum alltaf inn í kímana og erum alltaf einhvern veginn á bráðavaktinni inn í kerfinu sjálfu í staðan fyrir og mögulega vegna þess að löggjafinn og stóra samkundan sem á að vera að horfa á stóru myndina og stóra regluverkið okkar kannski ekki alveg á vaktinni hvað varðar stóru myndina vegna þess að það mjög eðlilegt að þetta sé staðan. Ég veit ekki auðvitað hvernig þetta batteri rekið og maður gerir bara ráð fyrir að þetta fólk sé að gera það mest ára minnstu, en á þessum tíma sem bara örfá ár sem liðin frá því að við fórum að taka hér á móti 2 milljónum manna ferðamanna á ári. Við erum 400.000 manna þjóðfélag. Við erum bara x margir skattgreiðendur sem halda þessum kerfum uppi, hvort sem það skólakerfi, löggæsla eða heilbrigðiskerfi, þessi samneysla okkar sem við viljum að sé í lagi, en leiðum við lagt mjög mikið á þetta, öll þessi kerfi. Og við erum náttúrulega miklu fleiri að nota þessi kerfi en okkur hefur kannski ekkert fjölgað sem að samaskapi sem að greiðum í það. Þannig að mér finnst alltaf eins og að vanti skipulag fyrir stóru myndina. Allt í lagi, við erum ekki 400.000, við erum svona mörg, það svona mikið álag. Hvar þurfum við þá að ná í það fjármagn til þess að láta þetta ganga? Já, ég upplifði þetta mjög sterkt að það ekki einhvern veginn vilji til þess að hugsa stóru myndina í þessu. Og fyrir það fórnum við svakalega miklu. Núna, spítalinn sem við verið að byggja upp núna, lítur út fyrir að vera svona tiltölulega nálægt því að vera tilbúin. Það lengra í hann að verði tilbúin heldur en að það átt að vera þegar að byrja að byggja hann. Já. Merkilegt nokk. Bara út af rauninni fjármagn og fullt af skrýtnum ástæðum. Og þegar hann verður loksins tilbúin og opnaður, að þá bara fer eins og maður sá rauninni frá upphafi að hann verður rauninni bara orðin úreldur með að við stærð og þjónustu og því líkt. Það átti að vera þyrlupallur þarna á honum og svo framvegis sem verður ekki. Það leðandi á þyrlupallarinn að vera einhverstað í Nauthólsvík og þá þarf að keyra með sjúklinga þar aukalega og svo framvegis. Var kannski aldrei á réttum stað? Nei, bara alls ekki. En sko eina ástæðan fyrir því að hann settur á þennan stað sem ég finn út af flugvellinum. Það að segja að spítalinn settur til þess að halda flugvellinum í Vatnsmýrinni. Já. Og það svo kaldhæðnislegt að afleiðingin af því verður gríðarlega miðstýrt heilbrigðiskerfi af þessu leyti, mjög sem sagt miðjusækið kannski, það að segja öll þjónustan þarna bara á einum staðurinn. Og það svakalega slæmt. Það þýðir í rauninni verri þjónusta fyrir allt landið. Þó að það spari einhverjar örfáar mínútur í rauninni fyrir þá sem að koma í sjúkraflugi, þá kostar það svakalega margar mínútur í sjúkraakstri á móti fyrir Vesturland og Suðurland jafnvel líka, sko. Og fyrir vikið þá líka verið að loka eins og skurðstofum í Keflavík og svo framvegis. Og það ekki verið að hugsa heildarkerfi. Það bara verið, við fljúum öllum bara í miðborg Reykjavíkur, einhvern veginn til þess að því að eina sem ég kemst að þeim bara til þess að viðhalda veru flugvallarins í Vatnsmýri. Það búið að hengja allt á það, sama hver rökin eru. Kom það þér á óvart þegar Kristrún Frostadóttir og félagar í meirihlutanum í ríkisstjórninni í rauninni gáfu Reykjavíkurflugvelli áratuga líftíma, segja sumir núna við framlagningu eða kynningu á samgöngu áætlun? Kom þér á óvart? Nei, þetta svo heit kartafla. Það vill enginn hreyfa við þessu. Þannig að nei, það kom mér ekkert óvart. Þetta bara... En ættu að hreyfa þessari heitu kartöflu það? Nú erfiðar orðið en ætla út af öllum þessum umsögum sem að Björn Leví nefnir með Landspítalann og allt það. Já. Það náttúrulega búið að reisa býsna margar girðingar. Já. Þannig að við bara sitjum uppi með þetta svona. Nei, við gerum það bara alls ekki. Það neita einhvern veginn allir að þeim tala stórmyndina.
og fara í þessa þröngu sín alltaf bara flugvöllurinn við hliðina á spítalanum. Þess vegna spítalinn byggður á hörmulegu slæmum stað fyrir bara allar ástæður nema einmitt bara að vera hliðin á spítalanum sem meira þess að slæma ástæða líka því að það á að byggja spítala hátt, þá má ekki vera með háar byggingar nærri flugvölli. Þannig að ef að við þvingum okkur í að tala í raun og veru í alvörinu heildarsamhengi hlutana hérna til einhverju uppbyggingu til næstu ára og áratuga, það verður óhjákvæmilegt að við verðum að hugsa heilbrigðiskerfið aðeins öðruvísi. Það verða að vera fleiri í rauninni móttökustaðir og bráðamóttökur landið heldur bara í miðborg Reykjavíkur. Það verður að vera. Og þá losnar allt annað á sama tíma. Það verður allt þægilegra og einfaldara raunni þó að það verði jafnvel aðeins dýrara. Þá er það bara heilbrigðara. Þú sér fyrir þér að Reykjavíkur flugvöllur víki þótt að vera ekki alveg strax. Það verður bara að gera það sko. Hann gerir það á endanum held ég. Ég held að bara sé óhjákvæmilegt. Heyrðu, við skulum aðeins víkja talinu þá inn í borgarmálin. Þú varst nú í fréttum hérna Björn Leví í vikunni, þú orðaðir það þannig að Guðlaugur Þór hefði aldrei gert gagn í þinginu eða ég man ekki hvernig í ráðuneytum eða hvar sem hann kemur það niður. var bara gott að losna við hann ef hann hefði á borgarstjórastólunum en þú ert ekkert að hugsa borgarbúa hvort Ég býst ekkert við að neinu gengi það var bara eins og Björn Bjarnason hérna forðum daga sem ætlaði að koma eitthvað að redda sjálfstæðismennum í borginni og fór bara flatt eins og það var hérna, því að ekki er nú mikill árangur á bakvið störf hinn mörgur ráðherrastörf hans Guðlaugs Þórs. Hann hefur aldrei haft neitt til málana að leggja nema skæting. Já, nokkulega. Viltu fara Það var að kalla forsætisráð þarna einhvern yfirlætisráð þeirra. Algjör óþarfi til að byrja með. Ef maður ætlar að vera fyndinn eða beittur, verður maður ekki að gera betur líka, spyr maður sig. Það ætti ekki að vera erfitt einu sinni. En segi, bara maður skoða núverandi staði í heilbrigðiskerfinu einmitt vegna sjúkratrygginga og svo framvegis, til dæmis vegna veru hans sem heilbrigðisráðherra. Og það svo bútasaumað kerfi sem einhvern veginn verður að lifa á einhvern hátt að ruglar í öllu. Við erum með þetta skrýtna tvöfalda kerfi sem að það má ekki hugsa stórmyndina. Af því að það verður einhvern veginn að viðhalda einkarekstri á einhvern hátt og þá það gert með einhver svona útúrsnúningum. Já. Það var rætt svolítið hérna arkitektur borgarinnar meðal annars hér á samstöðinni í vikunni Magnús Skúlason arkitekt kom hingað og hann ræddi fegurð og ljótleika nýbygginga og hann vil meina það að byggingalistin hafi farið úr höndum sveitarfélagana áður var það sveitarfélagið sem hafði ítök og vald yfir því hvernig byggingar litu út en hefði svo framselt frá sér í rauninni þetta vald til fjármálaaflana, verktakanna. Við varum alltaf að tala magn bygginga núna en ekki gæði. Hvað þá fegurð? Við erum með endalaust dæmi þetta. Sérstaklega bara síðustu 2 áratugi þá hefur þessi þróun verið alveg ískyggilega hröð að það eru bara verktakarnir sem á endanum ráða. Við til dæmis bara Harpa, hún er ágætisdæmi. Þannig að ég man þegar það var verið að ræða hennar útlit þessara byggingar og þá voru nú Samson fyrirtækið, minnum að heitið Björgólfur feðgarnir. Björgólfsfeðgar voru þar og töluðu fyrir teikningu sem var á þeirra vegum og hentaði þeim og var með einhverju aðstöðu fyrir alls konar fínheit og lúxusíbúðir og hitt og þetta og voru með puttana í einhverjum teikningum og síðan borgarráð að fjalla einhverju teikningar og ég man bara eftir því að ég hitti eitt borgarfulltrúa eftir þennan fund þar sem þetta ákveðið hvaða teikningu eigi að fylgja. Þetta náttúrulega fyrir 2007 áður en allt fór í skrúna. Þá var deilt mjög hart
alveg glæsilegar tekníkar frá frönskum arkitekt sem var að kallast á við álfhólin í Arnarhóli og álfhóla í íslenskum í þjóðtrú og bara náttúruna og þetta voru ótrúlega spennandi tekníkar, mikið gras, mikið gler og þar var megintónnin þetta ætti bara að vera tónleikahöll og óperús. Þetta þótti ómögulegt hjá þeim sem að lögðust á árar með feðgunum vegna þess að þarna það þjónaði ekki öllu þessu ráðstefnu og hótel og lúxusdæmi sem átti að vera þarna á efri hæðum. Þannig að þess var ítt út af borðinu og mig minnir á þeim forsendum að það væri ómögulegt að vinna með þessum arkitekt, þessum franska. Þannig að þetta var svona einhvern veginn voru ákvarðanir teknar. Í Garðabæ reis hverfi sem að heitir Urriðaholt núna. Það upphaflega hugsunin með því hverfi var að það ætti að vera umhverfisvænt og ganga algjörlega út á sjálfbærni. Mátti ekki nota sápuefni þar og það átti bara að vera einn bíll á íbúð og alls konar svona skemmtilegar hugmyndir sem voru í gangi en þær viku svo hratt og bílunum fjölgaði svo hratt og hæðunum ofan á og hverfi reis svo hratt og öll þessi prinsip fóru og þetta auðvitað ekki bæjarfélagið og sveitafélag og samfélag sem að ákveða hvernig mannlega tilvist viltu hafa. Heldur bara þeir sem að fara inn og út með peningana. Hvað breytist með byggð sem að íbúabyggð sem tegir sig kannski bara jafnaði upp í miklu fleiri hæðir en við höfum verið vön. Hverju breytir það fyrir okkar samfélag? Til dæmis þegar það svolítið verið að venja okkur við íbúða byggingar sem eru 1 eða 2 hæðum hærri en við höfum vanist og hvað kemur út úr því? Já, Magnús segir náttúrulega að hinn mannlega tilvist tapist, svona þessi samfélagsþráður og ég man alltaf tengdafaðir minn Sáli, hann var nú arkitekt og hann talaði nákvæmlega sama. Eftir því sem þú ferð hærra, því minni jarðtengingu hefur, því minni samfélagssnerting og þetta inni úti, þessi samskipti kalla á krakkana inn í mat og allt þetta. Það gerist ekki á 11. hæð, sko. Nei, þú getur ekki kallað í börnin þegar þú ert komin upp á ákveðið langt frá jörðinni í matinn. Já. Og bara spurt frétta á milli svala og svona. Mér finnst allt og mikil togstreita á milli ákveðinar svona hagkvæmni, svona praktík í sem sagt uppbyggingu og arkitektúrsins. Ég læt fagurfræðina liggja svona eins og á svona milli svona skips og bryggju þarna því að sitt sýnis hverjum í rauninni. Og Breiðholti kannski sem var byggt upp enna fyrir nokkrum áratugum ekkert rosalega álitlegt í rauninni en kannski komið ákveðin sjarma núna. Við venjumst rosalega auðveldlega einhverju sem okkur kannski finnst ljótt til að byrja með. Eða næstu kynslóð finnst það bara afskaplega fallegt af því að það er ekki síðan eitt annað. Þannig að fagurfræðin er ekki eitthvað sem ég kipi mér eitthvað of upp við og sækist ekki eftir nauðsynlega að tróða upp á aðra mínu fagurfræðilega nefi. En mér finnst praktíkin oft líða fyrir einmitt eins og arkitektúrin sem ég nefni. Því að ég var til dæmis að vinna í skóla þar sem að mátti ekki setja merkingu á skólastofunar. Af því að arkitektúrin segði bara, nei, ég vil hafa þetta ómerkt. Af því að það er einhvern veginn svona útlitið eða eitthvað, bara svona praktískar, einfaldar ástæður fyrir því að hafa númeramerktar stofur eða heitamerktar stofur eða eitthvað svoleiðis skiptir bara máli. Það skiptir máli hvernig þú getur raðað upp sem sagt eldhúsi og klósetti og ýmsu svoleiðis í kannski lítilli íbúð upp á bara ansi margar krónur ef það var búið til hagkvæmt húsnæði. En einhverja kannski reglugerðir eða arkitektúr segir bara nei, við erum ekki til í þetta og þá þarf að fara að borga meira og ég veit ekki hvað og hvað.
Þannig að aftur, heildarhugsunin hérna, hún týnist oft í þessu svona valdatafli á milli þess að einhver vill gera listaverk og annar vill gera í rauninni bara kassa kumbalda sem að kostar svakalega lítið að búa til. Einhvers staðar þurfum við að segja, nei, þetta þarf að vera þægilegt, þó að það sé ekki fallegt. Eða þetta þarf að vera samt ásýndarlegt og að virka þó að það sé ekki hræjódýrt. Já, ég sammála, þetta með estetíkina, sko, það náttúrulega bara rosalega persónubundið og en hins vegar finnst mér grunnstefið þurfa að vera mannleg tilvist, hvort að, sko, við til dæmis þurfum náttúru og borgarsamfélagið tapar henni alltaf. Þannig að við þurfum einhvern veginn að byggja hana inn í borgina og þetta það sem að mjög margar erlenda borgir að gera núna, það svona ríf og elding að til dæmis bara ekki slá allstaðar, heldur frekar sá villiblómum og taka steyftafleti og græða það upp og minn svona gúru í þessu sem ég las mikið á sín tíma, hann heit Friedrich Hundertwasser og hann var austurískur myndlistarmaður sem að fer á 8. áratugnum að skipta sér mjög mikið af arkitektúr af því honum fannst sko bara 8. og 9. áratugurinn þá risu bara steinkumbaldarnir og heilu borgríkin mistu bara mennskuna og þetta hefur áhrif á bara sálarlíf fólks í hvernig hvort því líður vel, hvort að græniliturinn nálægtinn og það eru alls konar rannsóknir sem mæla það með beinum hætti. Já. Þannig að mér fannst svo gaman og hann líka trúði ekki á beinalínur sem er ótrúlega skemmtilegt. Hann vildi ekki, þannig að það eru til byggingar eftir hann sem eru sko stigagangarnir eru allir bara eins og í Undralandi og það vaksa tré út úr veggjum húsa. Þetta er ótrúlega gaman að sjá þessar byggingar. Það er mjög gaman að þessu en það er hörmung að byggja þetta segi ég sem gamall handlangar í múrverki Já, þegar það er risið, þá er það gleði búið til svona boga, dregin, glugga eða eitthvað sliðis að bara hafið þið sér hvernig glervirkar hvernig á ég nota réttskeiðina mína í þetta En svo var hann líka með reglu að sem þetta bjóst í fjölbýlishúsi sem hann hafði byggt þá gastu myndskreitt sko gluggan í kringum þig semst utanfrá eins langt og handleggurinn á þér náði út gluggan. Þá máttur mála svona í kring. En hann braut upp og bylti og hafði áhrif og það eru svæði í Þýskalandi til dæmis ég held, nú er ég kannski að fara með fleipur, en mér minnir að í Dresden hafi þeir rifið niður byggingar frá 8. áratugnum til þess að endurreisa svona fegurri og svona mildari og mýkri mannlega tilvist. Þetta veit Sigmundur Davíð því að hann var að halda erindi þetta áður en hann fór í pólitík. Sumir segja að hann hefði átt að halda sig þarna, hann sé góður í þessu. Hann var góður í þessu. Hann er kannski ekkert góður í því að stýra fjármálum. Hann fékk nú þarna eitt tækifæri sem forsætisráðherra það fór nú svona og svo núna sé ég að miðflokkurinn er rekinn með einhverju brjálaðslegu tapi 170 milljónar króna tapi á einu ári með tekjur aðeins upp á 60-70 milljónar eða eitthvað það er nú ekkert að selja hann sérstaklega sem svona í trúverðuleikuna því að hann er nú maðurinn sem oftast bendir á það að það sé verið að fara illa með fé á Alþingi eða hvað. Vel flestur flokkanir sem fara í einhvern mínus eftir kostingar. Já. Þetta er kosningatapið. Já, þau taka lán út á til þess að auglýsa meira og svo framvegis. Já. Í kjölfarið og þá er oft komið fjárlög til þess að redda fjárvagnum að hækka aðeins ríkisframlögin til flokkana. Já. Mjög klassíst. Já. En við vorum allavega með reglu það í Pírötum þegar við vorum að það mátti ekki fara í sko fyrirsjáanlegan mínus. Það mátti ekki rauninni eyða umfram efni fram. Nei.
það gekk svona upp og ofan sko, það komu inn stundum sumir sem að fóru aðeins og frálslega með það fyrir kostningar og svo voru náttúrulega svo tíðarkostningar á tímabili, ég veit ekki hvað ég var mörg kjörtímabil. En af því þú nefnir þetta, þið þingmenn sjálfur að vasast í eigin fjárreiðum og auka framlög til ykkar eigin flokka, er þetta ekki hálfklikkað? Þetta er hálfklikkað, jú. Þetta virkar með þess að þannig mjög skringilega að sko framkvæmdastjórar flokkana heitast. Svona í svona nokkuð skonar umboði flokkana sjálfra og fara einhvern veginn yfir það hvernig fjárhagur flokkana er og púsla saman hversu mikinn pening þeir þurfa þá til þess að reka flokkana. Svo koma þeir með tilkynningu eða svona minnisblað til flokkana sem þeir leggja allir saman einhvern veginn fram inn í fjárlaganemnd, inn í fjárlagaumræðina. Svakalega skrítið sko og þetta var nokkur tilvik þarna í þessu sem að kom okkur vel á óvart allavega hvernig væru að virka. Og samanberð það sem þú segir, kannski fáið bara að sjá reddingu frá Alþingi sem að bjargar tapprestur í miðflokksins sem hann ekki meirihluta, þannig að ekki endilega. Ef að stjórnarflokkum eru í sama gíra þá geti það gerst, en ég minnir að þau hafa ekkert fiktað í þessari upphæð sko. En það hún ansinn og há núna sko. Ég held að skipti engu máli hvað þeir gera þarna í miðflokknum. Þeir bara stækka í skoðanakönnunum. Það er alveg sama hvort þeir hafa skandalisera barnum eða peningamálum eða hvað þeir gera. Þeir bara blása út. Ég held að það sé óhjákvæmilegt að við fáum ríkisstjórn með miðflokk í forystu áður en að við lendum á botninum og fyrir að krafsa okkur upp. Veit það ekki, þetta sko rauninni þetta sameiginlega fylgi Framsóknar, Sjálfstæðismanna og miðflokks þegar það fer á einn og fer af hinum og svo leiðis að það er bara spurningum þessi þríflokkar rauninni séu með meirihluta atkvæða, ekki endilega hver af þeim er stærstur eða minnstur. Nei, þeir dansa alltaf hringdans saman. Já, þeir eru rauninni með bara þetta fylgir svona á mestu leyti. En heldur þú að þessi ríkisstjórn sé á vetur setjandi nú þegar árið er að verða liðið? Haldið því að hún lifi næsta ár? Já. Ég veit það ekki. Mér finnst það líklega neitt. Já. En þetta nú svo sem ekki búið að vera neitt nein skemmtisigling alltaf. Nei, tiltölulega auðvelt með stjórnarandstöðuna eins og núna samt. Já, ef stjórnarandstöðan væri öflug þá hafa nú svo sem alveg verið sóknarfæri. Vannýtt. Algjörlega. Skulum við segja. Og kannski ofnýtt að einhverju leyti. Já, einhverju svona tilteknum sviðum. Já, héldu að vera tækifæri einhvers staðar sem eru nýttu en það var alls ekkert tækifæri og ég mælti fyrir því að bara leyfa þeim að tala út í eitt í þessu kvotamálið þarna sko. Leyfa þeim að tala sig í hel. Þú eyðilagðir þetta, sagði Inga Sæland við Guðrúnu Hafsteinsdóttur í Silfrinu á mánudagskvöldið og var þá að vísa til þess að Guðrún hafði gert athugasemdir við jólabónusinn til þeirra sem eru lægst settir tekjulega og Sjálfstæðisflokkurinn vildi fara að þyrla upp einhverju moldviðri það að það geti vel verið að fólk sem ætti verulegar eignir myndi fá þessar krónur og það verið algjört hneyksli og svona fyrirgeðu, ég aðeins að klára bara leiddi hugana því að dagskipanin er að hjóla í allt einhvern veginn, en samt ekki með svo miklu trúveruleika. Nei, þarna er kannski fólk að ræða sem að, það var að tala einhverjar fólk með eignir upp á einhverjar 100 milljónir. Þetta bara fólk sem á orðið eigin íbúð, kannski ekki með miklar tekjur. Bara búið eiga alla sína ævi að borga upp lánin og eignast loksins skuldlaust húsnæði. Þetta er ekkert rauninni meira en það. Þannig að það er ekkert óeðlilegt að fólk sem búið að klára starfsæfina eigi skuldlaust húsnæði. Það er þannig sem að lífeyriskerfið okkar er sett upp að það sé markmiðið. Þannig að þá getur refsa fólki fyrir að eiga húsnæði sitt ef að tekjunar þeirra per mánuð eru lágar. Svo heldur maður líka fyrir sér þessari spennu að á sama tíma og Kristrún og félagar í Samfylkingunni mælast bara með himinskautum bara í hverri könnun og fætur hennar. Gríðarlegur stuðningur við Samfylkinguna. Viðreisn hefur náð að halda vopnum sínum en Flokkur fólksins er bara í frjálsu falli og bráðum fyrir við sannlega ef þetta heldur svona áfram að sjá fyrstu kannan sem að mæla það að
að þeir séu úti ef gengir til kosninga. Maður svona veltir í fyrir sér hvort þetta á eftir að valda vaxandi spennu þegar líður á kjörtímabilið að sem sagt oddafólk flokksfólksins fari svona í örvendingu að biðja eitthvað meira til þess að reyna að tósa upp fylgið. Sko mér finnst, þetta búið að vera svolítið klúðuslegt núna, það búið að vera alls konar vesen í gangi, þetta skólastjóramál og alls konar einhverjar uppákomur sem að hefur jafnvel verið tekið klaufalega á, eitthvað sem hefði ekkert þurft að fara í skrúfuna sko. Og meira kannski hægt að skrifa á bara þjálfunarleysi eða ég veit ekki, en mögulega því ég spyr ykkur nú hvort þið teldu að þessi ríkisstjórn liði kjörtímabiliða. Og ég var svona veltaði fyrir mér út af öllum þessum vandræðagangi sem kemur alltaf upp á og svo erfiður en þá ég svolítið svona trúið á að þetta lifi tíman af vegna þess að þetta svo knúsað. Þið við erum með hófsama miðju hægri stjórn og öfga hægri stjórnarandstöðu. Þannig að allir eru einhvern veginn svona svolítið í sama bergmálshellinum og eru bara meira að tala upp sína eigin tilvist heldur en stóru myndina sem að aldrei einhvern veginn rætt í neinum málum nú orðið. Já. Fyrir það gjalda alltaf dæmis umhverfismálinu, ég ætla aðeins að koma inn á þau eftir. En fyrst við sjáum alveg breytingar á umræðinni frá því að Píratar falla á þingi og Vinstri græn falla á þingi og svona og þetta allt voða líkt, við erum alls sammála það. Fyrir utan Miðflokkurinn sker sig alltaf einhver liti frá. En nú fór Dóra Björt til Samfylkingarinnar sem borgarfulltrúi í vikunni og alveg bursið frá þeirri ákvörðun hvað að verða Pírata, Björn Leví? Ekki hugmynd. Nei. Ég kem ekki nála því. Nei, þú tættur að sækja fundi og svona. Já, ég hef komið aðeins, ég hjálpaði til að uppfæra kosningakerfið aðeins og eitthvað svoleiðis, og politískt dót bara. En þeir eru til ennþá? Já. Það var nýformaður og eitthvað svoleiðis. En heldur þú verið til eftir nokkur ár? Nei, og sko upprunalega þá var náttúrulega sögðu margir af svona þeim sem voru að bjóða fram fyrir Pírata til að byrja með að þetta væri rauninni tímabundið verkefni. Að við sæjum fram á það að klára ákveðin mál og svo bara hætta, af því að það verður þá búið að klára málin. Því miður þá voru ýmis mál sem að kláruðust ekki, eins og til dæmis varðandi nýja stjórnarskrá. Þannig að það var svona ákveðin kannski ákveðið loka átak síðustu kosningum að reyna að komast í ríkisstjórn til þess að klára það mál. En það var kannski farið á of breiðan völl og ýmislegt annað sem var ekkert kannski vinsælt en nauðsynlegt að gera. Við tókum bara þann slag og það kom bara niður á flokknum eins og það gerði. Skiljanlegt að mörgu leyti sko. Og mannréttindamál ekkert sérstaklega vinsæl svona þessa dagana. Og þá ekki loftslagsmál. Já, hluta mannréttindamálum líka sko. Þannig að fólki tókst víða lönd, rússneska hendin þar mjög víða, til dæmis í mörgum löndum, að í rauninni grafa undan mannréttindum. Gerir það með því að senda til hans búa til flóttafólk, senda það út allar trissur og styðja ákveðna pólitík Þýskalandi, Bretlandi og svo framvegis sem að hefur gert svona ákveðna, þetta bara hönnuð retorík sem að Miðflokkurinn til dæmis að pikka upp og þá ekki að segja að Miðflokkurinn sé styrktur af Rússum sko, ég bara að segja að það sé að pikka upp áróður frá flokkum sem eru styrktir af Rússum, bara af því að hann virkar og það mjög kaldhæðnislegt í rauninni að þessi áróður virki. Hann er gerður til þessi rauninni að brjóta upp NATO og brjóta upp Evrópusambandið og það bara að heppnast. Það verið að heppnast frá því að Brexit gerðist sem var dálítið svona Rússa styrt verkefni. Þannig að við erum að sjá fram á nýtt sko pólitískt landslag svona
global landslag, hvað það er að verða og Píratar urðu bara alltaf undir í því. Við náðum ekki að keppa við þennan áróður frá hvers mikið sem við reyndum. Mér finnst þetta tímamóta yfirlýsing frá Birni Leví að hann svari því aðspurður játandi að Píratar verði mögulega ekki til eftir nokkur ár. Munt þú sakna þeirra? Já, ég sakna alveg ofboðslega mikilvægra raddar á Alþingi sem að heyrist ekki og það er einmitt rödd mannréttinda og umhverfis- og loftslagsmála og náttúruverndar og Píratar keyrðu alla sína kosningabaráttu á þessu og bara í raun og veru, já, og sósíalistar fóru þessa leið líka og þetta vinstri grænir með sinni hjáróma röddu sem var einhvern veginn alveg orðin hás eftir að hafa öskrað í þessum kór sem þeir voru í. Þeim tókst að skemma það alveg svakalega mikið með þeirrunni veru sinni í ríkisstjórn Algjörlega. og að básúna þessi mál eins illa þau fóru með þau. Þannig að þessir málaflokkar runni skemmdust í meðhöndlun vinstri grænna í ríkisstjórninni. Það var það sem gerst á seinna kjörtímabili. Það að þeir skildu fara inn í seinna kjörtímabilið var í raun og veru voru alvarleg skemmdarverk við þessa pólitík, við þessa stefnu í mannréttinda umhverfis- og loftslagsmálum vegna þess að skaðinn var svo stór og ég held í framhald af að ef þeir hefðu haft vitað því að bara neita því að fara í þetta samstarf úr því að það átti að leggja niður umhverfisráðuneytið sem var gert þó að þykist vera að reka eitthvað umhverfisráðuneyti en bara það að fara í það og samþykja það þá voru þið búin að núlla sína tilvist. Annað handverk Guðlaugs Þórs. Já, nákvæmlega. Erum við upp fyrir úr þættinum? Nema hann var mjög verklaus svo kallar umhverfisráðherra með þennan náunga sem er í dag þannig að þetta er þannig að nú gerast sko nú verða eiga skemmtirnar sér stað nú líður náttúran. Já, bara mjög skiljanlegt að fólki hafi ekki líðið vel með þessa málaflokka eins og var farið með það. Já. Nú á að virkja rosalega. Já. Og það er einmitt mjög margir sem segja við erum ekki neitt umhverfisráðherra, við erum bara með og engan loftslagsráðherra, við erum bara með orkumálaráðherra og það var hérna daginn haustfundur akkur mann ekki hvað hann heitir Landsvirkjunar haustfundur Landsvirkjunar og þar var Jóhann Páll og þeim tókst að komast í gegnum allan fundin án þess að loftslagsmál bæri nokkur sinna góma og umhverfismál koma aldrei fyrir. Ég hef aldrei heyrt hann tala umhverfismál. Nei, og enginn á þessum fundi sko. Það var bara eins og væri búið að henda þessum málum út á borðinu í eitt skipt fyrir öll. Þið veit alveg hvaða atkvæði eru elda og það er enginn elda þessi atkvæði. Þau eru voðalega fá. Já. Stafar íslenskri náttúru aukin ógn af þessari stefnu sem að nú verist alltaf tröllir í okkur næsta árin? Já, vegna þess að sko það er ekki orkuskortur í landinu bara alveg átt okkur því og menn eru algjörlega hættir að reyna að halda því fram. Það var svona mantra sem átti að ljúga í okkur fyrir svona 2 árum svo hefur hún svona þagnað en það er orkuóreiða, orkusóun og orkugræðgi og það var ótrúlega áhugavert viðtal við einn okkar vísindamönnum annað í þessu er að stefnan að hlusta ekki á vísindamennin okkar hlusta ekki á jöklafræðingana, líffræðingana vistkerfisfræðingana hlusta ekki og það var viðtal við hann Odd Sigurðsson jöklafræðing í Heimildinni þar sem hann einmitt meitlar svo vel að þessi keyrsla og framkvæmdir sem krefst alltaf náttúrufórna hún gengur út á að eignast peninga sem okkur langar í vegna þess að við eigum alveg við framleiðum alveg nægilega orku fyrir okkur þetta snýst bara atvinnustefnu og ætlum við að vera hér með gagnaver í hverjum einasta þorpi með bara eina atvinnubyggingin í kringu það er bara einhverjir öryggisverðir og nokkru tölvufræðingar og hvar endar sú græðgi er það takmarkalaust
Og svo annað sem hérna, mjög áhugavert við þess að þetta stóra myndin. Þetta nefnilega stóra myndin, hún aldrei rædd. Við bara hjólum í Hvammsvirkjun og við erum að reyna að verja Seyðisfjörð og við stökkum bara á milli logandi elda. En stóra myndin hvers konar atvinnustefnu ætlum við að hafa hér í landinu og ætlum við að eiga þetta land eða verður það í eigu erlendra stórfyrirtækja. Og það alveg munur á því. Hvort að við búum á staðnum þar sem við eigum fyrirtækin sjálf eða þeir sem eiga fyrirtækin hvað segir koma, þeir búa hérna og láta sér varða samfélögin eða hvort að það bara eitthvað óljóst batteri út í heimi. Bara ég datt á hausinn á hlaupahjóli í haust, það alltaf lemmi með núna en ég hefði viljað ræða við þá sem áttu þetta fyrirtækja því þeir að leigja eitthvað ruslhjóli og auðvitað var mér að kenna að leigja hjóli en ég ætlaði bara að reyna að ná sambandi við þá. Það ekki hægt. Þeir eru bara einhvers staðar í einhverju út í heimi, skilji. Þannig hægt og rólega að þeir eru bara stórar hótelkeðjur hér sem eru bara erlendis. Það eru risastór fiskeldisfyrirtæki sem eru bara erlendis, koma aldrei hingað og til hvers erum við þá hérna? Hvað erum við? Sko við gefum þessa orku á svakalegan hátt. Ég reiknaði út bara fyrir svona áratug síðan eitthvað slegis. Þá var raunni 360 milljarða króna munur á ári á sem sagt svona meðal orkuverði í Bretlandi og hérna sem fer sem sagt í rauninni stóriðina. Ef við værum að selja orkuna á þessu meðalverði í Bretlandi þá hefðu við þá verið að fá alls ekki 500 milljarða þá núna eða eitthvað svona jafnvel meira sko, sem runni þessi fyrirtæki að fá orkuna á ódýrara verði heldur en þeir þyrftu að kaupa hann annar staðar. Og þetta svona kannski nauðsynlegt til þess að á einhverju leyti til þess að fá fólk til þess að koma hingað til landsins, eða var það. Núna eru hins vegar miklu fleiri möguleikar í orkunotkun heldur en stóriðan og við getum gert miklu meira úr þessari auðlind heldur en við erum að fá fyrir hana í dag og þá þann hluta sem ekki fer í orkuöryggi almennings. Til dæmis bara það einmitt að rafvæða bílaflótan og rauninni losna að mestu leyti við olíuinnflutning. Bara það eru 100 milljarðar á ári sem við getum verið að spara svona þjóðhagslega séð. Hugsaðu þér það? Það eru svona spurningar sem að stjórnvöld þurfa í alvörunni að spá í ef það ætla að gera eitthvað uppbyggilegt til framtíðar. Já. Og það líka sko því við erum alltaf að tala um stóru myndina, stefnuna. Það ekkert meitla í stein. Þó það hafi verið byggt álver sem lent núna inn í miðjum Hafnarfirði, þá það ekki að eilífu amen. Þetta var bara frábær hugmynd á sín tíma, svo verður hún kannski bara vondri hugmynd af því að tímanni breytast. Algjörlega. Og þar nú aldeilis orka. Nei, það engin orkuskortur og þessi ráðherra, ég veit að þeir nú 60 eins og ég, þá mun hann hugsa með sér að hann vildi hann hefði verið betri umhverfisráðherra. Ég voni samt að hann takki sá. Þú sendir Jóhanni Páli þessa jólakveðja. En ég finnst nauðsynlegt að sko líka skerpa þess á þessu með orkuskortin sko, að þetta var, að einhverju leyti var þetta orkuskortur en fyrir stóriðju í rauninni. Það aldrei, það svo sveimandi langt í það að það verði nokkuð tíma orkuskortur fyrir heimili og smærri fyrirtæki hérna á Íslandi. Ekki séns. Já, þú getur ekki talað um skort, nema að sé alvöru skortur. Það kannski meira bara það að biðröðin lengist það meiri ásókn í þessa stóriðju orku sem að Ísland framleiðir heldur en við vorum með sem sagt, framleiðslu fyrir en það myndi aldrei þýða orkuskort fyrir almenning og rauninni á ekki eins og þurfa að þýða sko, aukinn kostnað fyrir almenning þó að orkuverðið til stóriðina myndi hækka þá hækkar það ekki nauðsynlega orkuverðið til sem sagt, almennra neytenda og meðal annars út af með þessum blessaða þriðja orkupakka sem var hérna talað fyrir nokkrum árum síðan hann tryggir það að stjórnvöld getur bara sagt nei, orkan til sem sagt, heimilisnota og smærri fyrirtækja hún bara á þessu verði. Við erum hérna með Landsvirkjun sem bara getur og má selja sem sagt, orku til almennra notenda og smærri fyrirtækja og bara rauninni
hvaða verði sem að þeim sýnist. Hinir verður sem bara að keppa orkuna sem til aukalega séð og þó að það orkuverð fara og flegi ferð upp á við þá hefur það ekki að þurfa að hafa nein áhrif nema stjórnvöld ákveðið að hækka orkuverð til almennings. Já. Þannig að skilja þannig mun hvar þessi skortur innan risastóra gæsalappa og hvaða áhrif það hefur árinni bara almenna neytenda og skyldu stjórnvaldarinni til þess að sinna og almennum neytendum og almennum notendum raforku, heimilum bara. Þar ábyrgðin. Þannig að ef það einhvern tímann sagt skortur orku til heimila, þá maður að fara rakleitt í stjórnvöld og segja hvað í fjandanum í gangi hérna hjá okkur. Það náttúrulega hugur ekki til þess að standa með raunverulegum almannahagsmunum til framtíðar og rísa svolítið upp gegn korporísku valdi sem að farin að hafa mjög mikið lítök í öllum hlutum og maður upplifir svolítið skort á þessu hugur ekki. Er það ekki bara óttinn við að lenda í sömu stöð og píratar og sósíalistar og vinstri grænir síðast? Við erum ekki kosin afturinn á þing? Þetta afkoma ótta tengt. Ég alveg sammálaður með það. Það bara holdt. Það líf eftir. En það vantaði ekki hugrekki í bókadóminn sem skrifaðar var fyrir nokkrum dögum. Þar sem að þannig vildi til að bók sem kom út hérna nýlega bók, hún fekk 0 stjörnur. Þetta var -stjörnur bara. Já. Ég var eitthvað að ræða, það tengist pínlítið því sem við höfum að tala hérna trú eða ekki trú á vísindi og hvernig vísindi eru svona tekin og rökkunniður ef að tala þessa bók Frosta Sigurjónssonar sem eða þennan dóm. Dóminn frekar, þetta held ég einn besta frétt sem var skrifuð á árinu. Það var ráða þannig, því að þarna var í alvörunni verið að fara yfir ákveðnar fullyrðingar og bera þar saman við mælingar. Það ekki einu sinni að fara til vísindi að það bara fara að horfa á hitamælinn til þess að sjá hversu mikið þvaður þarna er í gangi. Já, og það býr til -stjörnu ef það er ekki eitthvað sem er ekki satt og rétt. Þá á það ekki skilið að fá 0 stjörnur, þá á það skilið að fá -einkunn. Þú lígur ekki að mér í starffræðiprófi þú fær ekki 0 fyrir það, þú fær mínus fyrir það. Takk. Þetta var hressilegt og óvenjulegt. Þú, Kristín Helga, þú er ekki fengið 0 stjörnur fyrir neina þínu bókum. Nei, ég fekk 4,5 en daginn fyrir Opel og gjafirnar. Svo ég bara segi það, ég er mjög ánægð með það. En ég vil langar að því að tala skortinn, þetta er svo frábært orðið nefnilega. Ég hlustaði daginn af því að svartur föstudagur og bara allt þetta svarta tímabil, þetta er ekki bara föstudagur, þetta er bara alveg mánuður, alveg fer svo í taugarnar á mér, þar sem að það er verið að öskra á alla, að standa í röðum til að kaupa og við mælum fólk eftir hversu miklu neytendur það eru og við erum að hlusta mér sjá þess að hagfræðingar sem eru í forsætisráðherrastóli og að hrópa á kaupmátt og við verðum að auka kaupmáttinn og hagvöxturinn og allt þetta. Þetta er svo eitru hugtök og svo dansa allir með og RÚV sem er nú orðið svolítið svona krana fyrirtæki og kallar til sérfræðing ég held hann að bara verið sérfræðingur í kaupgleði. Þetta er einhver svona neyslugreinandi frá Háskólanum í Reykjavík sem var í viðtali og það var bara svona drottningaviðtal neysluna og hvernig getum fengið fólk til að neyta meira og hann sagði þessa fleygu setningu sem satt alveg hjá mér og flaug bara á vængjum. Við erum alltaf að vinna með skortinn. Og það er svolítið þannig, hvað sem það er orka eða bara þú út að kaupa eða húsnæði, við erum alltaf að vinna með skortinn og láta fólki líða eins og það skorti eitthvað. Og kannski það svona ljósið inn í jólin og líka bara inn í framtíðina svo við lifum af og plánutan lifi okkur af og börnin okkar eigi líf að hætta að vinna með skortinn og vera frekar í næjusemi. Þetta er einkenni þessa hagkerfi sem við erum búum við. Þetta er svona ákveðna naumhyggja í þessu einhvern veginn að það virkar einfallega ekki ef það er ekki svona temmilegur skortur til þess að vera í einhverju svona samkeppni með eitthvað svoleiðis. Þannig að það verður einhvern veginn alltaf að passa upp á að þú finnir fyrir einhvern skorti. Já, einhverjum svona drifkrafti til þess að
ná þessari útsölu eða hvað það nú er. Þannig að já, og engar sérstakar ræddir það hvernig á og þarf að hugsa í rauninni svona lífsgæði á annan hátt. Annað sem að við Píratar reyndum en var bókstaflega engin hljómgrunni fyrirverandi ríkisstjórn reyndi að setja upp svona kerfi. Það var þarna Better Life Index sem OECD hefur verið að hampa. Hann gerði það náttúrulega bara með hangandi hendi í besta falli og aftur skemmdi bara í rauninni þá svona hugmyndafræði að vissu leyti. Þannig að það er svo auðvelt að tala bara það sem við þekkjum. Við þekkjum borgina og sem sagt heilbrigðiskerfið og menntakerfið eins og það er. Við þekkjum gallana út allt. En það er svo erfitt að breyta af því að breytingin gæti verið sársaukafyllri og búið til verri sem sagt einhvern veginn stöðu heldur hún er núna, þó hún sé slæm núna. Þetta er svo skemmandi til lengri tíma einhvern veginn að það búa við í rauninni galla í kerfunum sem við vitum af en ekki viljanum til þess að reyna að gera eitthvað í því af því að fræðilega séð geti orðið verra. Það tala svolítið þetta sem reyndi að koma að og því töluðu náttúrulega fyrir Pírötum þetta degrowth eða vistvöxtur að hagfræði framtíðar hún snúist í raun og veru vistvöxt og eiginlega grænvöxt að þar séu ekki bólur bara eins og er unni almennt í hagkerfinu í dag. Já. Og auðæfin liggi í því að við göngum ekki á og ég bara ganga út á að ganga ekki á og það er ótrúlega spennandi hagfræði vegna þess að svo mörg tækifærar allt snýst endurvinnslu, endurhönnun, endursköpun. Að vissu leyti bara rökrétt af því að hugmyndafræðinum vöxt virkar ekki. Nema á þann hátt að þessi þá alltaf eitthvað sem drefst sem að býr þá til vaxta tækifæri fyrir einhvern annan í staðinn en óhjákvæmilega kemst það að einhverjum mörkum þegar allt kemur til alls undir lokin. Óendanlegur vöxtur bara virkar ekki af því að við erum með takmarkaðar auðlindir á mjög fjölbreyttan hátt. Eins og Kenneth Boulding sagði, sá sem trúir á endalausan vöxt eða takmarkalausan vöxt á plánetu sem á sér takmörk, hann er annarkvort hagfræðingur eða brjálæðingur. Ég meina við erum að við búum við fjölgun mannkyns eins og og líklega svona eitthvað út þessa öld. En það er alltaf líkur á því að okkur hættir að fjölga sem mannkyni og þá er einni fellur botnin dálítið undan svona þessu hagkerfi eins og það virkar í dag. Af því að það stólar rosalega mikið á rauninni fólksfjölgun, fleiri neytendur til þess að það sé vaxta sem sagt möguleikar. Og þegar að fólki hættir að fjölga þá eru ekki vaxta möguleikar og þá þurfum allt í einu að fara einhvern veginn hugsa á annan hátt. Hvernig getum við verið með starfsemi sem að þarf ekki vöxt, heldur getur bara unnið í því umhverfi sem það er með þeim sem eru nálægt þeim. Já, og jarðvöxtur er í raun og veru svo nauðsynlegur. Við erum, það deyja eitthvað 250 dýrategundir og plöntutegundir út á hverjum degi. Þið vitið, við erum svolítið að tortíma þessari plánetu. Við göngum á af því okkur er að fjölga. Þannig að ef okkur fjölgar þá þurfum við að draga saman. Það er kúnstugt. Heimildamynd Attenborough var mjög góð þetta, þar sem hann var að fjalla svona ævistarfið sitt, hvernig þegar hann byrjaði að fjalla náttúru heimsins að þá voru 2/3 í rauninni villt náttúra. Núna er 1/3. Já. Bara á hans ævi. En ef við reyna að skilja við því sjálf okkur og hlustendur og áhorfendur í einhverju ljósklætu, þú myndist á jólin og
tími okkar senn á þrótum. Ég held okkur gefist ekki tíma til þess að fara eitthvað yfir árið 2025 því það búið að vera svo gaman að hlusta á okkur ræðum það sem nær okkar tíma. En má ég svona aðeins af því jólin laða nú oft fram það besta í mannskepnunni ef maður fundið á sjálfum sér. Má ég aðeins svona velta því upp hvernig ykkar jólahald verður og hvort þið eru byrjuð að breyta venjum ykkar eða komin í eitthvað sem kallast jólaskap eða hvernig ykkur líður og hvernig þið sjáu fyrir ykkur næstu daga á hátíðirnar. Hvað segir þú? Svona, hver að byrja? Ég ekkert rosalega mikið fyrir svona venjur og hefðir. Nei. Þannig að við erum til dæmis aldrei með sama mat sem sagt á aðfangadag. Nei. Sem ég veist ekki alltaf gaman að gera grínað okkur við erum að halda upp á jóla og aðfangadag í staðinn fyrir jóladag. Svona, hvernig svo hátíð er ákveðin stuldur á heiðnum síðum sem rauninni bara að halda upp á það að sólin farin að hækka á lofti aftur og svo framvegis. Ekki bara gaman að þessu kombói? Þess vegna finnst mér svo gaman að sem sagt, halda upp á rauninni það að sólin sé fara að hækka á lofti aftur með svona einhverju nýju. Maður gerir það ekki alltaf á sama hátt af því að næsta ár verður vonandi betra en árið á undan. Og samt svona ákveðin blanda við ég alltaf verið með sama eftirrétt maður gerir gott rísalamand og það bættist við forrétturinn orðin dálítið fastur en maður skiptir alltaf aðarréttinum svo svona mismundi hverjir koma í heimsókn og svo fráins Finnur einhvern munaðar andlega? Já, svakalegan ég bara frelsinu fegin eftir undanfarinn áratug af því að umgangast fólk sem að gera ekkert annað en að búa til drama daginn og daginn ég vola gaman á draumalandinu hefur var svona ákveðin samfélagssýn ég hef stundum viljað kannski sjá söguna dramalandið því að við erum alveg svakalega mikið dramaland þannig að núna vinn ég með fólki sem að lausnamiðað og bara yndislegt á alla kanta sko og ekki alltaf búið til drama daginn og daginn. Þú saknar þess ekki að berjast á alþinginu. En mér finnst rosalega gaman að gera grína á stjórnmálamönnum núna miðað við sko það svona þá þekkingu sem ég hef að pota í þegar þau eru að koma með einhverja yfirlýsingar á samfélagsmiðlum og svona það. Gaman að pyrra. Kristín Helga, rosalega klisjuleg og hallærisleg spurning en ertu jólabarn? Já, og ég dyrka þetta drama, mér finnst það svo skemmtilegt og ég hef alltaf trúið því sko að því að í öllu svartnættinu og öllu þessu drama og þá alltaf fullt af ljósi og þar eru tækifærin og þar liggja allar breytingarnar í samtalinu þannig að mér finnst það ótrúlega gaman að taka þátt í samtalum stundu kem ég innan fólk sem segja við skulum ekki tala pólitík og ég alveg af hverju við eigum að gera það bara skylda sem bara ekki missa hausinn yfir ég skilu og alls ekki hægt að tala saman þú ekki sammála Þú ert í stjórn samstöðarinnar Já, alveg rétt Það vegna þess að þér finnst þjóðmál skipta máli og þjóðmál náttúrulega megin kjarninn í dagskrárgerð og við fáum rými til að ræða málin svona og ég var alveg til að sæta einhver á til með manni sem alls ekki sammála manni að við erum alltaf svolítið sammála en það líka erfitt því þá verður bara svona átök og togstreita þannig það líka rosalega gott að sitja saman og vera sammála því þá getur maður að fara lengra inn í það sem var að ræða Þessi lengri þættir alveg svakalega góður sko en við þurfum held ég að læra betur hvernig við tölum saman þegar við erum ósammála. Það svakalega erfitt ofta að glíma við rauninu bara yfirlýsingapólitíkina, frasapólitíkina. Það ná aldrei fyrir ekki af hverju ert að segja þetta, af hverju kemstu þessari niðurstöðu. Í staðinn fyrir erum við alltaf að kallast einhvern veginn á. Bara vá. En hvað gerir þú sérstaklega svona, ef eitthvað til þess að koma þér í jólaskap? Ég alltaf í jólaskapi. Ég var að skrifa bara í júni var ég að skrifa bók sem gerist á jólunum og ég umkringt sko ég með barnabörn og það spenningur og titringur og rosa gaman.
Já, ég alveg jólabarn, en fyrir mér þetta ljósahátíð og mér finnst það ótrúlega fallegt. Ég held auðvitað í kristindómnum og allstar, þá á endanum júli, þetta þetta ljósið, þetta hérna, nú tökum við á móti 9 ári og þetta svo mikil endfæðing í þessu líka. Þannig að þetta bara gleði. Við heldum jólum en ekki kristsmessu. Nákvæmlega, já. Ólíkt öðrum, nákvæmlega þjóðum kannski. Já, og mér finnst líka, en svo sumir og dabri í nóvember og desember, mér finnst það geggjaður tími og myrkrið, mér finnst það æðislegt. Og kertaljósin og bara leyfið til að vera latur, maður má vera aðeins latar í myrkri, finnst það ekki? Það er þægilegt að lýsa upp myrkrið. Já, og lýsa upp myrkrið og meiri tími þá til að spjalla. Þannig, ég alveg brjálæðislega mikið jólabarn. Engar hefðir, bara vegan steik og fiskur á aðfangadagskvöldi og mér. Vel gert. Jeps. Já, einmitt. Skemmtilegt. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, bæði tvö, Kristín Helga Gunnarsdóttir og Björn Leví Gunnarsson. Takk fyrir að hafa komið hér á árinu stundum til okkar á samstöðinni til að búa til umræðu. Takk. Og við náttúrulega erum algjörlega háð viðmælendum okkar þegar að fá fólk hingað til okkar þegar kemur að því að setja einhver mál á dagskrá. En takk fyrir þetta spjall og ég óska ykkur gleðilegri jóla. Gleðileg jól. Og ekki fyrir langt meira efni hér handa við hornið eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.